Halldór Þórðarson hefur verið ötull liðsmaður stangaveiði fyrir Reykjavíkur áratugaskeið. Hann gekk ungur í félagið og nú númer 2 í félagaskránni. Halldór hefur setið í stjórn stangveiðifélagsins og verið í 4 árnefndum og innt af hendi ómælt starfið að bæta umhverfi ána og aðstöðu fyrir okkur veiðimenn. Hann alhliða veiðimaður og hefur dregið margan stórlax inn á land og einn af fáum Íslendingum sem hefur haft stangveiði að atvinnu. Hvaðan ertu upprunnin, Halldór? Ég fæddur í Reykjavík 1925 á Vitastíg 8. Foreldrar mínu voru aðflutt bæði en þau fluttu 1928 austur að Syðri-Brú og ég með þeim. Og þá hefurðu strax kynnst veiðiskapnum? Já, mjög fljótlega. Ungum aldri? Mjög fljótlega. Það voru lækir þarna sem voru lontur í sem að heilluðu mig til að byrja með. Síðan kom Brúaráin sem var bara allnokkur fljót fyrir mig á þessum tíma. Þar dró ég marga silunga og sumaæta. En þarna voru veiðimenn, höfðu veiðimenn aðstöðu? Já. Þarna byggði faðir minn sérstakt hús fyrir gesti og gangandi getum við sagt. Og þau voru þarna með veitingasölu og gisti aðstöðu. Það verið svona bændagisting? Já, það má segja það, verið upprunalegt. Þetta var hús sem að pabbi byggði og var alltaf salurinn. Það var stór salur veitingasalur og 2 gistiherbyggi. Og komu veiðmenn þarna að gista? Já, þarna kom mikið af útlendingum, sérstaklega Bretar, englendingar og voru þarna oft þó nokkra daga í senn. Jafnvel þó þeir væri að veiða annars staðar heldur en á Syðri-Brú-landi. Já, og þeir veiddu það náttúrulega í Soginu? Þeir veiddu bæði í Sogi og þeir veiddu austur á Iðu. Já. En í Soginu veiddu þeir þá bæði silung og lax? Fyrst og fremst var það nú laxveiðin sem þeir voru að sverfa fyrir. Já, fyrir landi Syðri-Brúar. Fyrir landi Syðri-Brúar. Já, en reyndar, þeir fóru upp að Kaldaráða líka í silung, bleikju. Og svo var töluverð silungsveið á milli fossa sem náttúrulega ekki til í dag, eins og maður kallar það milli Írárfoss og Skiptifoss. En það hefur tekið fyrir þessa englendingakomur þegar stríðið byrjaði, 39? Já, þá slokknaði það. Já. En varst þú að fylgjast með þessum Bretum eða fékkstu það? Það kom fyrir. Já, fengið að slást í för með þeim? Já, það kom fyrir að ég fekk að fara með og... Fékkstu að veiða þá? Eða bara að horfa á? Ég held að nú verið aðalega að horfa á, en hitt þetta mála, það kom þarna, maður var þarna hjá okkur í 3 sumur og hann tók mig alltaf með niður á að veiða og ég veiddi minn fyrsta lax þá einu sinni með honum. Og hvað varstu gamall? Ætli ég ekki verið 10 ára, ég geti trúað því. Og hvar var það þá? Það var fyrir neðan Kistufoss, það var í Kerinu sem kallað var. Já. Og landaklöppinni þar fyrir neðan? Já, landaklöppinni þar fyrir neðan. En aðal laxveiðisvæðin í landi Syðri-Brúar þarna á þessum tíma? Það var klöppin, landaklöppin og niður við Sakkárhólma. En svo var alltaf lax strax neðan við Kistufoss. Og þar myndaðist lítið ker. Í þessu keri lá mjög aftvöskur og ég fekk þó marga þar. Já. En Íslendingar, voru þeir ekki þarna líka? Jú, svo voru náttúrulega Íslendingar líka, jú. Hverjir, manstu eftir einhverjum að nafngreina? Já, ég man eftir Kjartani Pétursinni, Péturs Ingimundarson, slökkviliðsstjóra. Þeir feðgarnir komu mjög oft og Kjartan mjög títt. Já. Og svo Steinun og Sveinn Hjartarson, bakaramistari.
Steinunn Sigurðardóttir. Og hún veiddi, grimm. Hún var ansið klók. Þú séð til hennar náttúrulega? Já, já. Hún tók strákinn oft með sér. Já. Sérstaklega sko, reyndar ekki niður á laxasvæði. Ég fór með henni upp að Ljósafossi í Bleikjuna og Silunginn. En ég fór ekki með henni niður á laxasvæði. Aftur á móti fór ég það með Kjartani. En nú þetta ekki vanalegt á þessum tíma að konur sé að veiða og eitthvað hefur nú þurft að vaða? Já, hún var nú bara í svona bússum reyndar. Hún var nú alltaf í peysufötum og hún stytti sig sem kallað var. Tók upp eins og pilsinn og brá sér hún í stígvélinn. Það var á klórstígvél og þannig var hún blessunin. Já. Þetta þótti bara alveg ljómandi snjallt hjá henni hvernig hún bjó sig. Var hún fiskinn? Alveg þrælfiskinn. Já. Á hvað veidd hún og hvernig veiðarfæri? Hún veiddi eingöngu held ég á Baðk. Já. Og með flugustöng þá? Eða? Já, það voru gamlar keinstangir, þessar bæði Hardy og Scotty, þessar gömlu stangir. Já, splittkein. Já, splittkein-stangir. Og þú hefur fengið að renna líka þá? Já. Þetta var á Silungssvæðinu og hún var bara í leyfi frá pappa og strákurinn fylgdi með. Já. Þú eignast stöng þá ungur eða varstu bara með stöngur fullorðina? Ég eignaðist stöng ungur, já, sem var stálstöng, útdregin stálstöng. Já. Og hana notaði ég þar til eiginlega ég fór að veiða upp í Kaldaráða. Já. Þá fórum við að nota bambusreyr sem við hófum sjálfir lykkjur á. Já. Og það gekk ljómandi vel. Já. En við víkjum svo að inngönguð inn í Stangveiðifélag Reykjavíkur. Hvað ertu gamall þegar þú gengur í félagið? Ég geng í það 44, allir ekki verið 18 ára. Já. Það gangi ekki nær upp. Já. Og var það fyrir áeggjan einhverra félaga þinna eða? Nei, það var minn eigin hugur. Reyndar, það var ekki svoleiðis að við gengum saman inn þarna við bræðurnir, Kjartan bróðir minn. Já. Og ég ásamt fleirum mönnum og ég man eftir á þessum fundi sem var haldinn niður í Tjarnarkaffi. Þá gekk vinur minn einn í félagi sem að ég kynntist löngu seinna sem var Gunnlaugur Pétursson. Já. Og við vorum alla tíð með sitt hvort númerið. En þegar gengur í félagið þá nú ekki fjölskrúðugt valar að ræða í? Nei, maður gekk í félagið til þess að eiga kost á því að komast í Elliðárnar og Norðurá. En í Norðurá komst ég ekki fyrir mörgum árum seinna. Ég sé að vera búinn að vera næstum 10 ár í félaginu áður en ég. Já, það var svona forgangsröð á þeim útlutum. Já, hún var þannig. Já. En Elliðárnar var svolítið skemmtilegt að því liti til að þegar ég fæ fyrst veiðileyfi þar, þá mér skaffaður félagi. Hver var það? Sigurður Guðmundsson, pípulagningarmaður, pípulagningarmeistari, fullorðinn, mér eldri maður töluvert. Var það útlutað heilum dag eða hálfum degi? Eingöngu hálfa dögum. Já. Og 2 á hvern hálfan dag með stönginni. Já. Þú varst að hafa veiðifélaga með þér á þennan hálfa dag. Já. Og var það einu sinni í hálfa mánuði? Það gat verið það. Já. Það gat verið það. Finnst þér ekki munur á vatnsmagni í Elliðárnum nú og þá? Það ekki engin spurning. Það miklu minna vatn í þeim í dag heldur en var þá. Já, þó að tölulega séu menn að reyna að sanna því gagnstæðu. Það bara fáránlegt að segja það, en það bara raunveruleiki. Það var miklu meira vatn í þeim. Já. Miklu meira.
En hérna fyrst, já, þá er það Norðurá og Elliðaárnar, en þú kemst ekki Já. mikið í Norðurá. Hvert leitaðirðu þá? Ég fór náttúrulega mikið austur. Ég fór mikið austur í Sog og hérna. Og ég fór í Miðfjarðará í mörg ár. Já. Hvernig fannst þér Miðfjarðará? Hún var ljómandi skemmtileg. Nú er þetta rauninlega 4 ár. Já, það má segja það raunverulega. Það er Austurá, Núpsá, Vesturá og Miðfjarðará. Já. Það má segja það. Og það myndi allar eina. Já. Renna allir í sama ósinn. Já. Hvar kunnur þú best við þig? Ég kunni langbest við mig með Austurána. Mér fannst hún alveg ævintýri. Þú hefur haft mikið dálæti á Stórlaxá. Já, já. Það hef ég alla tíð haft. Ég hef veit langsamlega mest á fjórðaseiðinu. Já. Reyndar á 4. og 1 og 2. Maður fór nú þarna á þessum tíma yfirleitt alltaf 2, 3 í Stórlaxá og maður fór alltaf til að byrja með inn úr. Já. Hvað fóruð þið langt inn? Við fórum stundum alveg inn í uppgöngugil sem kallað er. Já. Ég get sagt þér það að vegalengdin er akkúrat eiginlega 2 tímar að labba frá Klöppinni, sem kölluð er, og beint inn í uppgöngugil að austanverðu. Já. Og fara ekki með ánni, heldur fara brúnirnar þegar þú kemur ofar. Já. Það er alveg 2 tímar niður á. En aðal staðurinn sem mest er nú talað er nú Hraunakrókur? Það er það, já. Hraunakrókurinn og Spegillinn og Skerið. Já, það eru rosalegi staðir. Þeir eru það. Þarna liggur ótt mikið af fisk. Já, og það stóru fisk. Já, það gerði það. En þú varst í Árnendað lengi. Jú. Og það hafa nú verið gerðar ýmsar bætur þarna, eða brúin til dæmis yfir í Hólmann og Já, þar. Það var nú eitt ævintýri hjá okkur, við byggðum brúna þarna yfir. Já. Við fluttum þarna heljarinnar línustaura þarna nýttir sem við drófum á bílunum okkar. Já, þið hefur bara lagt ykkar prívat bíla í þetta. Já, við gerðum það. Það var bara plagsið. Já, en þetta var gaman að þessu og virkilega notalegt að horfa á brúna sína, en síðan fór hún. Já, en hún var gagnleg meðan hún var því að það er betra að veiða hinum meginn frá. Ég held að hún hafi ekki staðið nema í 5 eða 6 ár. Nei. Þá fór hún í flóði. Já. Björgvin í Laxárdal, hann sagði við okkur, ég er alveg sannfærð að hún fer þessi brú. En hvenær hún fer, það ætla ég ekki að segja ykkur, en ég veit hún fer. Já. En hinn sem var byggð seinna, sem að bændur byggðu sjálfur, en hún er neðar. Já. Við réðum ekki við að koma inn í þarna yfir þar. Nei. Ekki með okkar tækjum þetta sem við höfum. En það eru stórir fiskar í Stórlaxá, náttúrulega. Já. Og þú hefur dregið stóra fiska þarna? Aldrei stærri en 23 pund. Nei, það þykir nú bara alveg nóg í dag, En marga 20 og yfir 20. Já, í hvaða hyljum? Ég veit ekki í hvaða hol ég hef ekki fengið svo stóra fiska. En maður fekk voðalega stóra fiska inn á Spegli. Já. inn á Skeri. Lengi vel var góða veiðistaður við Melinn, niður undan Klöppinni, sem maður stoppar. Ég held að hann sé ekki til lengur. Ekki lengur í gagni Árfellsrennurnar. Já, þær voru feikigóðar, feikisterkar. Og með hverju veiddirðu þarna? Þarna veit ég mikið með Guðna, Þorp Guðmundssyni, Kalla bróðir hans, Jón Ögmundssyni. Já. Og síðan bættust fleiri í hópinn. Ólafur Ólafsson, síðan Jóhann Guðmundsson, Friðleifur Stefansson. Já, heyrðu, víkjum nú að Kaldárhöfða veiðunum.
Sveinn Benediktsson, er það ekki rétt að hann hafi haft veiðiréttinn Jú, það er að segja upp að Keri. neðan frá Ólafsvatni og upp að En Keri? Ólafsvatns átti veiðiréttinn upp dráttinn, það var kallað dráttarhlíð eða dráttur, Já, upp að Kerinu, að vestanverðu, og þangað komu þeir frá Ólafsvatni og drógu á þarna. já, Og þetta var oft heljarinnar rafli sem að þeir fóru með tilbaka eftir ádrátt. En það var mikið smærri fiskur sem var þarna í þessum aðdrætti heldur en að raunverulega við veiddum til þess að senda í bæinn. En aðal veiðin, Kaldárhöfða veiðin, Hún var fyrst og fremst á strömmnum þar sem rann fram úr, þar að segja stangarveiðin. já, En aðalveiðin náttúrulega var í net, því að það var veitt óhemjið net. Fyrri part sömars niður í Úlfarsvatni og eftir mitt sömar, eða þegar komum fram undir mitt sömar, þá veitum við í Þingvallavatni. já. Þarna í Malvíkonum eða? Já, ofar. Já, Það voru alltaf lögð net, eitt net í Malvíkonum, en svo voru net á töngunum upp yfir. já. Fyrir sama Skútavíkina og Sparreyntangan og þetta. En Sogskjafturinn, Hann var náttúrulega alveg sér veiðistæði, svæðið, má segja. það er nú eiginlega það sem er frægast við þetta allt saman. Já, það má kannski segja það, en það var ekki fyrir en að koma fram í ágúst sem að við fórum að fá urriða þar. Og það var fyrst og styrriði. Það var eingöngu urriði. Já. Nú, þú er ekki verið einn þarna? Nei, ég var þarna með Jóni Ögmundsssyni frá Kaldárhöfða. Ég veit nú ekki af hverju hann valdi mig með sér þarna í þetta, en honum var gefnar frjálsar hendur með það, að ráða mann með sér, Já, eða strákling. Og ég var með honum þarna í fyrra árið sem við vorum þarna. Og síðan var ég einn næsta sumar og eftir. En þá lögðust af netaveiðin. en þið hefur semst verið á kaupi hjá Sveini Benediktssyni. Við vorum það, já. Við vorum það. Voruð þið vel haldnir? Jón reyndar var á prósentum að auki. Föstu kaupi pluss prósentur. En ég var á föstu kaupi alla tíð. hjá honum. En ef við spekulerum í skiptingunni á tegundum eftir svæðum í Soginu, nú til dags að þá er sára sjaldgæft að fá raunverulega sjóbirting á laxasvæðunum í Soginu, og það er engin vatnaurriði mér vitanlega á þessu svæði fyrir neðan virkjunina. Ekkert sem heitir. Nei. Ekkert sem heitir. Þetta fór allt saman. Já. Það þurrkaðist upp á milli Írafoss og Kistufoss, þar sem að voru urriða bleiðurnar, þar sem hann hringdi og ólst upp. Mikil fluga þarna, mikið mýbitt, og hann hafði nóg æti, var alveg feiknarlega feitur og fallegur fiskur. En þetta er allt saman búið. En á þessum tíma sem að ég er þarna, þá veitist alltaf sjóbirtingunni fyrir neðan Kistufoss. Já. Og sérstaklega í Arnarhyl, í Arnarsetri. Já, þá er hluti af urriðastofnunum leitað til sjávar og komið. Það var alveg greinilegt. En við byrjum bara það er urriði og bleikja í Þingvallavatni. Já. Það er urriði í Soginu, rennslinu, niður undir Úlfarsvatni. Já, ég hugsa hann sé að það er eitthvað ennþá. Já. Er hann það? Já, hann er það. Já. Og svo er bleikja neðst í Gljúfrinu. Já. Og í Úlfarsvatni. Úlfarsvatni. En það er líka urriði í Úlfarsvatni. Já, það er urriði þar líka. En það er í miklu minna mæli heldur en bleikja. Já. En það voru stórir urriðar sem við fengum þarna annars slagið, sko. Ég á mynda mér með 11 punda urriðar sem ég veiti á strömmnum.
Jæja, Halldór, þú ætlar að segja okkur svolítið frá þessum slóðum hér þegar að þú varst að veiða hér og það mun nú vera svolítið breytt vatnsborðið. Já, það ansi mikla breytingar, það ekki hægt að segja annað. Torfnesið, það var tengt við land sem nú bara hólmi í dag, sökum þess að það hefur hækkað það mikið í vatninu við Ljósávarstöðina á sínum tíma. Hvað heldur að hækka mikið? Já, það ekki undir 1 metra, það alveg öruggt mál. Og svo náttúrulega ekki áin nema svipur hjá sjón. Þetta bara lækur sem rennur hérna miðað við það sem gerði. Já. Það alveg rétt. En þegar það var hér sko flaumurinn fram, þá segir það að það hafi verið veitt í straumnum. Já. Og að báti. Það var staðsett hús hérna á bakkan hérna hinum megin sem að við geymdum neti og það sem þurfti áratnar úr bátunum. En 3 bátar voru staðsettir hérna við bakkan. Já. Og þeir voru lánaðir veiðimönnum sem vildu veiða hér út á straumnum. En þeir sem að kunnu raunverulega að veiða á straumnum, þeir veitu vel. Já. Kúnstin var svo að vera með náttúrulega þunga sökku og kasta upp fyrir bátinn. Og láta reka. Já. Og það var seginsaga, þú tókst yfirleitt, bleikjan tók þvert af bátnum. Já. Aldrei fyrir aftana. Nei. Það var aldrei skrítið. Sko strax og hérna sleppti aftur bátinn, þá fór að liftast færið frá botni. Já. Þá hætti hann að taka. Já. En þeir sem komist upp á lag með þetta, þeir vildu ekki veiða nema bát. Nei. En hér kom margt fólk til þess að veiða á stöng. Já, það var oft hérna svona þetta 10 til 20 manns helgar. Já. Það var mjög oft. Og sem að veiddi þá fyrst og fremst í straumnum eða í kerinu. Kerinu og hérna á tanganum niður. Já. Fyrst og fremst. Þá erum við komnir sem sagt í kerið. Já. Hérna sést það náttúrulega greinilega sko hvernig kerið var sko. Já, og hringstraumurinn fór hérna inn. Sko straumurinn kom hérna niður og skall hér á berginu. Já. Og fram. Já. Og þá myndaðist hérna hring eða hérna mikil. Og hérna var alveg sko mökkur af bleikju. Já. En það var, megnið af henni var sko frekar smátt. Já. Alveg silfurbjört. Já. Með blátt bak. Og hún kom náttúrulega fyrst og fremst úr Úlfarsvatni upp hingað til þess að fita sig vegna flugu. Já, hér hefur mýið klakist. Já. Já. En var þá ekki skelfilegt að vera hér þegar mikið mýið var? Ég held ég bara lýsi því ekki fyrir því. Nei, sleppum því. Þetta var alveg hræðilegt þegar hún var að koma upp fyrst á sumrin. Já. En þá semst hafa veiðimenn komið hingað og kannski veitt héðan af. Þeir stóðu hér allan daginn bara í sögum sporum. Og var það veitt aðalega á maðk? Eingöngu. Eingöngu á maðk? Já, eingöngu á maðk. Og kom ekki fyrir að slysaðist einn og einn fiskur svona í bakið? Því miður, það var ansi mikið það. Það var það, já. Og það voru sumir sem að gerðu út á það. Já. Þeir fóru margir með sko strigapoka heim. Já. Og opinn að því kannski var húkað. Það var leiðilegt. En hérna fellur Kaldáin núna, já? Já. En hún hefur farið hérna bakvið? Hún fór hérna bakvið og niður á... Já. Og í gegnum, eða fram með Torfnesinu. Já. Fór hérna fram. En sótti ekki fiskurinn í kalda vatnið? Nei. Í Kaldáni? Nei. Það gekk aldrei fiskur í Kaldáni. Nei, en ekki að útfallinu? Nei. Hann, sko, vatnið í Kaldáni það kalt að Og Sogsvatnið náttúrulega líka kalt. Já, sjálfsögðu, en hún bara 4 gráður. Já. Þá var oft á tíðum ágætis veiði hérna í bugnum þarna fyrir ofan, en það var ekkert mósið það sem var hérna. Nei. Og þarna var yfirleitt vænbleikja. Menn sóttust aldrei í að standa þarna vegna þess að það var vænni fiskur. Já.
Heyrðu, ætlum við færum okkur ekki þá ofar og lítum á það sem þú kallar aðhald? Aðhald, já, þá gerum við það. Heyrðu, hér helvíta mikill hvammur, Halldór. Já, þetta var hérna réttarhvammur frá Kaldarhöfða og hér er Kaldarhöfða rétt niðri. Já. Og þetta var mjög gott að halda að fénu hér. Þetta heitir aðhald hér, er það ekki? Nei, aðhaldið sem kallað er, altså veiðistaðurinn, er hérna veginni fyrir ofan. En ég geti trúað að þetta væri dregið af þessu af því hér dróst saman áin og þrengdist. Já, altså féð komst ekkert hérna upp fyrir. Nei. Það er aðhaldið. Það er það. Já. En hér var réttin, segirðu? Já. Og er ennþá? Já. Og hingað sóttum við okkur allan okkar ánamaðk. Já. Og í þá réttargólfið eða eitthvað? Já. Eða hvamminn? Svona í kringum réttina og inn á réttargólfinu. Við fórum nú yfirleitt gætilega í það vegna þess að það var ekki vel séð frá Kaldarhöfða að það væri mikið rótað upp í réttargólfinu. En við fórum svona við þetta með. Já. Og þarna fengum við okkar maðk sem við veitum á niður á Straum. Já, var hann eitthvað öðruvísi heldur en annar maðkur? Það er ekki þessi skorski stóri. Nei. Og hann er ekki rauður. Nei. Hann er ljós, en gat verið nokkuð stór. Já. Langur. Já. Og þessi maðkur, hann tóldi miklu betur á öngli heldur rauðmaðkurinn. Já, þéttar í sig einhvern veginn. Ef að þú átt eftir að fara í bleikju og finnur þennan maðk, þá áttu eftir að reyna það að hún tekur hann miklu betur heldur en rauðmaðkinn. Já. En hér fenguði maðkinn, segirðu? Já. En svo er aftur á móti veiðistæðurinn aðhald. Hann er hérna ofan. Hann er hérna fyrir ofan. Já, við skulum kannski líta á hann. Hvar er hann nákvæmlega sem við sjáum hérna ofan í glúrið? Hann er þarna framundan það sem litli fossinn kemur undan berginu. Já. Sem er í dag mikið stærri heldur en að ég man eftir sem ungur maður þarna. Það er svo mikið í vatninu. Svo náttúrulega ruglar hlutfall árinnar og uppsprettunar því að hér var náttúrulega miklu meira vatn eins og sést hér á sennilega grjótinu í kantinu. Já. Og hérna er ketill svona í bergi sjálft. Já, þetta er svona. Og var ekki vatnsborðið bara það sem að grjótið byrjar undan gróðrinu? Jú, akkurat. Já, það var eiginlega upp á gróðurinn, sko. Já, flaumurinn alveg hér fram. Og það má segja eiginlega að vatnið sem að hér kemur í dag er bara leki undan stíflunni, eða framhjá stíflunni. Já, þeir segjast nú hleypa einhverju smottir í, en við sjáum það nú eftir. Þetta er ósköp ómerkilegt, sko. En þetta er svona. Já. Og hér segirðu að við séum komnir að Heljarbrún. Já, hún er hérna blasir við okkur hérna hinum inn á móti. Já. Og veiðistaðurinn var hérna beint upp á brúnni og við dorguðum hérna niður á milli þessara kletta sem þú sér hérna niður í farveginum. Já. Og þangað sóttum við væna urriða. Hvað stóra? Allt upp í 5 pund. Stærri gátum ekki dreifð, þeir slitnuðu af. En þetta hefur nú verið alveg glæfra spil að liggja þarna á grastó, teygja álkuna fram yfir til þess að sjá hvernig færi. Já. Og svo að vera viðbúin því að taka á mótunum. Það má segja það. En það verður aldrei neitt svona óhapp á því stað hjá okkur? Nei, aldrei neitt slíkt. Við vorum yfirleitt alltaf 2 saman í þessu og við höfðum oft band á þeim sem að dorgaði fram af. Já, það verður ekki veit. Þannig að við hefðum svona eitthvað öryggi fyrir okkur. Já. En hingað fórum við einu sinni í viku. Já, og þá er alltaf verið komin fiskur. Alltaf fiskur. Og við fengum þetta 5 og upp í kannski 10 fiska í hvers skipti sem kom hérna. Það var alveg ótrúlegt. Já, það er náttúrulega svolítið erfitt að ímynda sér það
hvernig þetta var miðað við þetta vatnsmagn eins og það er núna. En Nei. þá hefur beljað, áin beljað hérna megin líka. Maður lifandi. Og steinarnir kannski bara rétt staðið upp úr. Þeir rétt stóð upp úr. Já. Þeir eru bara rétt stóð upp úr. Sko. Já, og nú erum við komin hvað, Arnarhyl. Já. Sko ég man eftir með þessum hérna skúta þarna. Já. Arnarhylurinn var eiginlega bara beint á móti honum. Undan honum. Já. Já. Og hérna áin rann hérna með sko. Já, já. Ekki hérna ofan með þennan staur sem er hérna niðri sko. Já, já. Og við ímyndum okkur náttúrulega miklu meira vatn í ánni. Já, drátti með dýri. Og þá hefur við skollið hérna inn í skútana. Já. En það sérðu sko hvernig bergið er nagað. Já, já, vatnsborðið, Já. gamla fjöruborðið. En þetta er sem sagt fyrsti veiðistaðurinn í Soginu. Já, eftir að fellur úr Þingvallavatni. Ofanfrá. Fyrir utan, Þá víkjum okkur kannski bara að Sogskjaftinum. já. Já, hann er hérna bara beint fyrir ofan, akkúrat þar sem að stíflan er. Já. Og það var nánast neðsti staður sem við veiddum á hérna á Sogskjaftinum. Já. En tilfelli var að við freistuðum til þess að fara eins framalega og við þorðum. Þið voru hér á báti. Við vorum hér á báti, já. Og við trolluðum bara hérna yfir. Já. Og reruð þá bara sitt á hvað? Rerum bara sitt á hvað. Við lágum aldrei fyrir stjóra. Nei. Aldrei fyrir stjóra hér. Þið veidduð á spón þá hérna eða? Spón og við veiddum á beitu, við veiddum á bleikju. Bjöggum okkur til beitu úr bleikju sem var mjög vel rauð á fiskinn og drógum þetta á eftir okkur. Og á þetta veiddum við hérna stórurnar. Já, það var síðast í ágúst í glaða sól og logni, yndislegu veðri. Þá fór ég þarna upp bara til þess að sjá hvort ég sæi fiskinn á Sogskjaftinum. Og ég gleymi aldrei þeirri sjón sem ég sá þá. Það voru ekki einstaka fiskar, heldur það voru tugir fiskar sem lágu alla leiðina yfir. Allt saman, já, það má segja að við veiddum ekki hérna fisk hérna fyrir ofan undir 10 pundum. Það var það yfirleitt ekki. Hver skildi trúa þessu núna, sko? Já, það er rétt, en þetta var svona. En sko, það er alltaf að tala mikið um mölina í Sogskjaftinum. Hvað náði mölin eiginlega langt niður hérna, miðað við stífluna? Já, ég hefði haldið að hún hafði ekki náð mikið lengra heldur en svona rétt niður fyrir stíflustóttana. Stíflusöklana? Já. Það voru klappir hérna fremst. Já. Og mölin var ofan við klappirnar. Já. Og svo náttúrulega til beggja hliða við ána, þar voru hrygningastöðvar fyrst og fremst og á miðjum kjaftinum. Já, og svo fór þessi möl öll hér í 17. júní flóðinu? Já, í stórflóðinu. Já, hún fór það. Já, þetta eru rosalega náttúruspjöll náttúrulega, að eyðileggja svona stað. Já, þetta er skelfilegt. Þetta er skelfilegt og maður sko hugsaði bara ekkert út í þetta þegar þetta var að ske. Nei, rafmagnið var svo mikið. Það var það. Mikið svört og einhvern veginn nýtt og mátti ekki andmæla því. Þetta er alveg skelfilegt að þetta skuli hafa raunverulega skeð. En þetta er svona. Og þar með var draumurinn búinn. Já. Þakka þér fyrir, Hallur Þórðarsson. Þakka þér.